Já, Dagur, hvernig stemningin og hvernig gengur mullinsæfingarnar í morgun? Þetta gekk bara allt ljómandi vel. Þetta fín stemning í þessu. Það búið að vera mjög gaman og skemmtilegt, en þeir eru líka búin að taka vel á æfingunum. Þannig að það er bara eins og við viljum hafa. Mulles gengur vel í morgun, mjög vel, með Dóra, DNA. Jazzin líka? Já, jazzin í gær, alveg super hít. Við höfum eina spurningu til ykkar, verður tekin einhver æfingarleikur með verið hérna á Íslandi? Nei, það er ekki planað. Þetta er svona fyrstu æfingarnar og það er svona aðeins að rétt að koma þeim í gang. Og byrjum ekki að spila fyrir í næstu viku, seinnipartinn næstu viku. Hvernig svo að horfa eftir Alexander Pettersson til Rhein-Neckar-Löwen? Það er náttúrulega grátlegt ákveðin hátt, en þetta er nú bara svona í sportinu að menn færast til og við erum búin að finna ágæta lausn í því, vonandi, og svo bara tekst maður á við það sem maður er með í höndunum. En góður drengur, engu síður. Hvernig var samband ykkar Guðmundar varðandi meiðsli í öxl þarna á síðustu stórkeppni? Það var bara allt í góðu, hefur alltaf verið í góðu. Okkur hefur stundum lent saman svona eitthvað, en við höfum alltaf verið léttir, alltaf geta hringt í hvern annan eftir það og spjalla, þannig að það vantar ekkert upp á það. Þannig að það er búið að greiða úr öllum þessum smáatriðum? Já, aðalega bara Alexi heill, sko, og ég held að hans meðferð hafi bara verið fín og auðvitað höfðu bæði landsliðið og Rhein-Neckar-Löwen áhyggjur. En ég held að þetta hafi verið rétt ákvörðun hjá honum sjálfum. Hann fekk að velja sér sinn lækni og fór svo eftir honum, og það var bara fínt, allavega meðan en maður veit svo sem aldrei, hann þarf að passa vel upp á sig. Uppbyggingin hjá Füchse Berlin, þetta er svona, ef maður lítur svona á þýska Bundesliguna, tíðkast þetta ekki svona öflugt, svona kannski unglingastarf eins og tíðkast hjá Füchse Berlin. Hvað er það sem gerir það verkum að það sé svona öflugt yngri flokkastarf við ykkur? Það er nú eiginlega bara áhugamál framkvæmdastjórans. Hann vill byggja upp félag með unglingastarfi og hefur lagt mikla áherslu á það. Hefur verið að þjálfa sjálfur, eyðir peningum í það, og þeir hafa uppskorið með því að verða þýski meistarar í öðrum flokki og þriðja flokki núna síðustu árin. En það er náttúrulega líka langur vegur úr því og upp í meistaradeildina. Þannig að við erum svona smátt að reyna að koma þeim mönnum inn í hópinn, og tókum fyrir 2-3 árum tók ég 2 inn sem eru núna komnir mjög langt og svona hættir að teljast nýliðar. Svo er ég að taka inn 2 núna. Annar þeirra er hérna með okkur, ungu strákur sem var þýsku meistari með öðrum flokki í fyrra. Svona framhaldi fyrir utan mullersæfingar og annað, hvað er svona framhaldi hjá ykkur á Íslandi? Við förum förum á borðum núna á Kex Hostel og svo smellum okkur í litabolta til Eithos í kvöld, sem seint í nótt verður spilað litabolti, og svo er æfing bara í fyrramálið og svo gefum við þeim einhvern frjálstíma. Þeir eru með reiðhjólinn klár og hjóla borgina og kíkja á þetta allt saman. Takk hérlega fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk fyrir það.